Persónuvernd hefur hafið úttektir á embættum lögreglustjóra, ríkis- og héraðssaksóknara í kjölfar umfjöllunar af meintum gagnastuldi frá embætti sérstaks saksóknara. Sviðsstjóri hjá stofnuninni segir úttektirnar töluvert umfangsmiklar enda 11 embætti undir. Ísraelsher hóf stórskotahríð á Gaza í morgun og enn lokað fyrir alla neyðaraðstoð. Framferði hersins jafngildir þjóðernishreinsunum, segja Sameinuðu þjóðirnar. Vesturlönd væru búin að stöðva þetta ef þau vildu, segir einn þeirra sem gekk í samstöðugöngu í Reykjavík í dag. Verja þarf töluvert meira fé í nýtt öryggisfangelsi við Eyrarbakka til að það standist væntingar að mati fangelsismálastjóra. Kostnaður fyrsta hluta 18 milljarðar. Bræðurnir í Væp stíga 10. á svið hér í St. Jakobshalle í Basel í Sviss þegar úrslitakvöld Eurovision fer fram í ár. Við ræðum við bræðurna í fréttatímanum hér á eftir. Valur varði í dag Evrópubikarmeistari í handbolta, fyrst íslenskra kvennaliða. Gott kvöld, við erum fyrr á ferðinni í dag en alla jafna vegna beinnar útsendingar frá úrslitakvöldi Eurovision í Basel sem hefst klukkan 7. Ísraelsher hóf stórskotahríð á Gaza snemma morguns. Minnst 140 hafa verið drepin síðasta sólarhringinn. Framferði hersins jafngildir þjóðernishreinsunum að mati mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna. Dag eftir dag reynir dauð uppgefið fólk að verða sér úti matarbita. Og ofan á það eru loftárásir orðnar enn umfangsmeiri og tíðari. Allt samkvæmt áætlun Ísraelshers. Klukkustundum saman hafa sprengjurnar vart þagnað. Þessar tjaldbúðir í Deir al-Bala voru sprengdar í nótt. فطلعنا شفنا الخيم حتى الشظايا وصل الخيمة تبعتي يعني أنا فشفنا الخيم هذه كلها مولعة وسايحة على بعض. ما حد بيستحق يعيشوا في الحياة لأنه إحنا في الأول وفي الآخر بني آدمين مش حيوانات ولا خسائر تكتيكية ولا بشرية ومن حقنا نعيش بأمان. هاي المرة السابعة ما يقارب أو الثامنة اللي ننزح فيها بسبب الاحتلالين. Ísraelsk stjórnvöld hafa fyrirskipað einar umfangsmestu rýmingar hingað til á Gaza. Á þessu korti má sjá að 70% eru svæði þar sem íbúum Gaza hefur verið bannað að fara á eða skipað að yfirgefa umsvifalaust. This latest barrage of bombs forcing people to move amid the threat of intensified attacks, the methodical destruction of entire neighbourhoods and the denial of humanitarian assistance underlines that there appears to be a push for a permanent demographic shift in Gaza in defiance of international law. UN Human Rights Chief Volker Turk says this is tantamount to ethnic cleansing. Hundruð gengu til stuðnings palestínsku þjóðinni í Reykjavík í dag. Gengið var frá bandaríska sendiráðinu, niður Laugaveginn og að Austurvelli þar sem var samstöðufundur. Einn viðmælanda fréttastofu þar segist mótmæla þjóðarmorði í beinni útsendingu með fulltingi Vesturlanda og Bandaríkjanna. Ég vildi bara helst ekkert vera hér í dag því að við ættum ekki að þurfa að vera hér. Þetta er svo skelfilegt að þetta er búið að stöðva þetta fyrir löngu og bara að þjóðlönd heimsins, Vesturlönd skulu gera búin að stöðva þetta sem væri hægt að gera ef eitthvað vilji væri fyrir höndum. Við erum hér til þess að mótmæla þjóðarmorði sem skeður í beinni með bara fulltingi Vesturlanda og Bandaríkjanna og við bara mótmælum því miður þurfum að gera það trekk í trekk. Ég er 68 ára og þetta er ekki nýtt og ég er búin að fá nóg. Og í rauninni þá get ég ekkert sagt, ég bara hreinlega hef ekki orðaforða og ég er hætt að gráta. Ég er algjörlega gagntekin af sorg. Við erum komið nóg af fyrirslætti, gaslýsingum og við megum ekki undir neinum kringumstæðum gefa svona tuttaskap leyfi til að halda áfram að tuttast á annarri þjóð og gereiðinni. Það er ekki
listamannsins eða veislugestana í partíinu að setja einhverjum tudda-mörk sem haga sér eins og tuddi í partíinu. Dyravörðurinn á að gera það, listamenn eiga ekki að vera dyravörðir. Og EBU, European Broadcast Union, í þessu tilfelli bæði veisluhaldarinn og dyravörðurinn. Hvar dyravörðurinn? Come on! Persónuvernd hefur ákveðið að hefja úttektir á vinnslu persónuupplýsinga hjá 11 embættum ákæruvaldsins. Markmiðið að kanna hvort unnið sé eftir lögum í dag. Úttektir persónuverndar ná til ríkissaksóknara, héraðssaksóknara og lögreglustjóra landsins. Í tilkynningu segir að markmið þeirra sé að kanna hvort ákærendur fari að ákvæðum laga vinnslu persónuupplýsinga þegar kemur að vinnslu þeirra í sönnunargögnum. Kveikur og Kastljós fjölluðu fyrir í mánuðinum gögn úr símahlerunum í tengslum við rannsóknir sérstaks saksóknara sem voru í höndum eiganda PPP, fyrirtækis fyrrverandi lögreglumanna. Upplýsingar úr miklu magni tölvugagna benda til þess að mörg trúnargögn úr rannsóknum embættis sérstaks saksóknara hafi verið tekið þaðan í óleyfi. Við erum í sjálfu sér ekki að horfa á þessa háttsemi sem var þarna fyrir einhverjum árum síðan. Heldur ætlum við að taka þetta í raun og veru framvirkt og taka til skoðunar þó hvort að þetta sé í lagi í dag og markmiðið þá að kanna hvort að þetta sé í samræmi við persónuverndarlöggjöfina eins og hún í dag en ekki eins og þetta var. Hvenær má þá vænta niðurstöðu úr þessum úttektum? Það ræðst auðvitað töluvert af því hvernig gengur að fá svör frá lögreglunni og öðrum ákærendum en ég gerir ráð fyrir að þetta taki að minnsta kosti einhverja vikur eða mánuði. Bjarni Freyr segir að það ráðist af niðurstöðum úttektana hvað gerist í kjölfarið. Ef við sjáum að það einhver brot þá beinum við fyrirmælum til lögreglunnar og annar ákærenda og síðan bara skoða hvernig gengur að vinna úr því. Og við í raun og veru lokum ekki málunum fyrir en að við erum orðin sátt við hvernig hlutirnir eru, þar að þeir séu komnir í samræmi við löggjöfina og klárum málið þá ekki fyrir en að því loknum. Úttektirnar eru með þeim stærri sem stofnunin ræðst í. Úttektir á upplýsingaöryggi og öðrum atriðum sem að persónuverndarlöggjöfin mælir fyrir eru í sjálfu sér nokkuð algengar en þetta er náttúrulega dálítið sérstakt að því leytinu til að þarna eru 11 aðilar undir 11 embætti sem við tökum út og að því leytinu til þetta töluvert umfangsmikið. Samband Breta og Evrópusambandsins gæti breyst töluvert með fundi sem halda á í Lundúnum á mánudag. Ekki stendur til að kollvarpa Brexit heldur frekar að hefja samstarfa nýju, hægt og rólega. Töluverð spenna hefur ríkt milli Breta og ESB síðan Brexit var fullnustað snemma árs 2020. Fundurinn á mánudag gæti orðið fyrsta skref af mörgum í átt að auknu samstarfi. Bretar vilja gjarnan samstarf varnar- og öryggismál, taka þátt í Europol til að taka betur og skipulagðri glæpastarfsemi heima fyrir og lækka tolla á breskar landbúnaðar og sjávarafurðir. ESB mjög áfram að gera evrópskum stúdentum afturfært að komast til Bretlands í nám og þá vilji til að semja upp á nýtt aðgengi að Bretlandsmiðum. Það eru hóflegar væntingar bundna við þennan leiðtogafund í Lundúnum, bæði hér í Brussel og annars staðar í aðildarríkjum Evrópusambandsins. Mögulega vilja leiðtogar í Evrópu ekki senda þau skilaboð að það sé hægt að ganga úr Evrópusambandinu og ná síðan glimrandi góðum samningum örfáum árum síðar. Spánverjar og Frakkar eru hvað óánægðastir. Frakkar vilja takmarka aðgengi Breta að varnar- og öryggissamstarfi í Evrópu. Spánverjar segja að þau þurfa að leysa landamæradeilu Gíbraltar áður en lengra haldið. Svo líka deilt fiskveiðiréttindi Evrópuþjóða til að fiska í breskri landhelgi. En Keir Starmer og stjórn verkamannaflokksins þarf að fara sér hægt. Gott gengi umbótaflokks Nigels Farage vísbending að Bretar séu ekki tilbúnir í að endurræsa samstarfið ESB. Að samaskapi gæti samstarf haft áhrif í strandbæjum Frakklands, þar sem óvissa í kjölfar Brexit setti atvinnulíf úr skorðum. Aukið fylgi við harðlínu og hægri flokka þar útskýrir ef til vill eindregna afstöðu Frakklandsforseta. Því ljóst að þótt Bretar og ESB séu mögulega að hefja aftur samstarf, þá það meira með hóflegu handabandi, ekki hjartnæmu faðmlagi. Fyrsti hluti 18 milljarða króna öryggisfangelsis fyrir tæplega 100 fanga verður boðinn út á næstunni. Fangelsismálastjóri segir þó að bregðast þurfi við plássleysi strax, ekki sé hægt að bíða fram yfir sumarið. Fangelsið verður það fyrsta hér á landi sem sérstaklega hannað og byggt sem öryggisfangelsi. Ríkisstjórnin samþykkti í síðustu viku að ráðast í byggingu þess.
Gert ráð fyrir rými fyrir 92 fanga í fyrsta áfanga. Hann verður boðinn út á næstunni og framkvæmdir hefjast fljótlega eftir það. Þegar fangelsið fullbyggt gert ráð fyrir að það geti hýst allt að 128 fanga. Já, ég fagna þessu og þetta ánægjulegar fréttir. Fangelsið að Stóra-Hrauni kemur í stað fyrirhugaðra endurbóta á Litla-Hrauni, þar sem ástandið reyndist verra en áður var talið. Áætlaður kostnaður við fyrsta áfanga framkvæmdarinnar 18 milljarðar króna. Við teljum nú reyndar kannski að þetta verkefni eins og við sjáum þetta í svona kannski okkar bestu væntingum að þetta mun nú kosta talsvert meira, þannig að hönnunum verður eins og bestur á kosið. Kostnaðaráætlun vegna nýs fangelsis hefur rúmlega tvöfaldast síðan Guðrún Hafsteinsdóttir, þáverandi dómsmálaráðherra, tilkynnti áformin 2023. Þá sagði hún að nýtt fangelsi kostaði 7 milljarða króna. Einhver leyti hefum kannski var þetta sett fram mjög snemma í ferlinu áður en nýtt fangelsi var hannað. Síðan bara hefur sitt hvað gerst og þetta komið í ljós að þetta svona það sem til þarf. Boðunarlistar í afplánun myndu styttast með nýju fangelsi og refsingar ekki fyrnast eins og dæmi vegna plássleysis í fangelsum landsins. Fangelsismála yfirvöld hafa sett fram tillögur við dómsmálaráðherra sem hægt væri að ráðast í núna. Til dæmis að rýmka heimildir til rafræns eftirlits eins og með ökklaböndum og gera milliríkjasamninga við Evrópulönd þannig að útlendingar geti afplánað í heimalandi sínu. Þessu hefur bara verið ágætlega tekið en þetta eru engu að síður svona úrræði sem að mega ekki bíða mjög lengi. Við þurfum að bregðast skjótt við og það svona okkar skoðun að við getum ekki beðið sumarið af okkur. Og nú styttist í úrslitastund hjá Vibe-liðum sem stíga á stóra sviðið á lokakvöldi Eurovision eftir rúman hálftíma. Gunnar Birgisson í keppnishöllinni í Basel. Hvernig eru taugarnar? Ég stend á svæðið þar sem að hérna fyrir aftan mig þá ganga keppendur inn og undir sviðið og gera sig klár, þannig að hérna myndast oft mikið læti. Sýnist lúxemburgiska atriði vera þetta fyrir aftan mig. Kyle frá Noregi var að ganga hérna, hann fyrstur á svið, þannig að ég get alveg viðurkennt að akkurat hér þar sem ég stend að þar eru taugarnar svolítið þandar og maður finnur það bara allar þessar æfingar, öll þessi síendurteknu rensli sem að bara síðast í morgun hafa greinilega tekið aðeins á, eðlilega, en þetta hins vegar stóra kvöldið og þetta kvöldið sem að allt kapp hefur verið lagt á að gera sem best og ég get alveg staðfest að Vibe-bræður þeir stigu ekki feilspor, ekki frekar en dansarar á sviðinu þegar að æfingin fór fram í morgun. Það hefur allt gengið rosalega vel, þeir eru mikið spilaðir á þessum streymisveitum þannig að það eru allar forsendur fyrir því að kvöldið í kvöld verði eftirminnilegt og verði frábært. Vibe-bræður eiga allavega svo sannarlega skilið því að eins og ég hef margótt komið inn á jákvæðinu og gleðin sem að fylgir þeim algjörlega eftirtektarverð. En ég hitti á þá eftir æfinguna í morgun og spurði það eins út í stóra daginn. Strákar, það var dómarareynsli í gær, hvernig gekk það? Ótrúlega vel. Besti flutningur hingað til, 100%. Já, bara alveg sammála. Bara mjög góð. Ef það bara sjúklega gaman. Þetta bara besta tímalínan, sko. Þetta bara allt einhvern veginn búin að ganga þessi sögu. Já, einmitt, þetta gengur þessi sögu. Ég var hendið í því. Já. Við hverju með að áhorfendur heima í stofu búast í kvöld? Bara partí og bátalæginu og einhverju veislu og já. Bara virðingu, aðurleysi og böllandi stemmingu. Það svolítið hannig. Skilaboð þeim? Bara takk hérlega Ísland, við elskum ykkur og njótið kvöldsins og kaupið ykkur snakk og horfið á Eurovision. Let's go, það sem hann sagði. Já, let's go. Eftirvæntingin magnast líka hér heima, sérstaklega hjá ungviðinu, því röð var út úr dyrum í Vibe-búðinni í Kringlunni í dag. Börnin sem fréttastofa tók tali vonast til að Vibe byrji sigur úr bítum. Ég róti þar og djetn völdunar, getur ekki stoppa mig að, Hver heldur þú að vinni? Vibe. Sum fólk segir þeir ekki að fara að vinna en ég bara vona þeir vinni og ég bara að halda að fara upp á þeir pop og bara horfa á þeir, vona þeir vinni. Og hver halda eiginlega að vinni? Vibe. Já, mér líka að Vibe vinni. Þeir eru rosa góður að syngja, alls opasa frægir, jæja, ding, dong, róa. Hvað svona vinsælasta varan? Það hljóta að vera gleraugun í dag, alveg 100%. Hvað voru þið að kaupa í Vibe-búðinni? Vibe-búning
Vibe þarna gleraugu. Vibe gleraugu. Í skólanum hér og þér og þið getum öndina. Það getur ekki stoppa mig af. Við höldum okkur við tónlist því Hörður Torfason fékk í dag heiðursmerki Samtakanna 78 við hátíðlega athöfn á Hótel Borg í Reykjavík. Hann söngvaskáld, brautryðjandi og aðalstofnandi Samtakanna 78. Með viðurkenningunni vildu samtökin þakka Herði fyrir ómetanlegt framlag til hinsegin baráttu á Íslandi. Þakka ykkur fyrir. Hún eiginlega búin að segja allt sem ég ætla að segja. Þetta svo einföld saga. Þetta alltaf sama sagan. Ég náttúrulega verið að segja í áratugi. En til hamingju með daginn. Og all því sem eru hér aðstandendur og meðlimir samtakanna, ef þið ekki, gangi í með nörna. En ég mjög þakklátur fyrir þessa viðurkenningu og þann heiður sem því fylgir. Og þessu tengt, því svokallað hamingjuhlaup var ræst í fyrsta sinn í Elliðaárdalnum í dag í tilefni þess að það alþjóðlegur dagur gegn hinsegin fordómum. Rúmlega 400 léttklæddir hlauparar tóku þátt og fóru allt að 8 kílómetra í rjómablíðu í borginni og augljóst að gleðin var við völd. Rjómablíða þarna og þá ætlum við að skoða veðrið næstu daga. Það verður fremur hæg suðlæg átt á morgun en líkur á hafgólu næst ströndinni. Víða léttskýjað en líkur á þoku við ströndina, einkum suðaustan til. Áfram hlýtt í veðri en svalara þar sem þoka eða hafgóla ná sér á strik. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Valur náði ótrúlegum áfanga í dag þegar það varð Evrópubikarmeistari í handbolta, fyrst íslenskra kvennaliða. Ég svo meir og ég get ekki hægt að granja og ég svo stolt. Nýr forseti íþrótta og Ólympíusambands Íslands var kjörinn í dag. Gildi íþrótta algjörlega óumdeilt þegar kemur að forvörnum barna og unglinga. Leikið var í bestu deild kvenna í fótbolta í dag og söguleg úrsliturð í ensku bikarkeppninni. Íþróttir handan við hornið. Rifjum upp það allra helsta úr fréttatímanum. Persónuvernd hefur hafið úttektir á embættum lögreglustjóra, ríkis- og héraðssaksóknara í kjölfar umfjöllunar af meintum gagnastuldi frá embætti sérstaks saksóknara. Sviðsstjóri hjá stofnuninni segir úttektirnar töluvert umfangsmiklar enda 11 embætti undir. Ísraelsher hóf stórskotahríð á Gaza í morgun og enn lokað fyrir alla neyðaraðstoð. Framferði hersins jafngildir þjóðernishreinsunum, segja Sameinuðu þjóðirnar. Vesturlönd væru búin að stöðva þetta ef þau vildu, segir einn þeirra sem gekk í samstöðugöngu í Reykjavík í dag. Verja þarf töluvert meira fé í nýtt öryggisfangelsi við Eyrarbakka til að það standist væntingar að mati fangelsismálastjóra. Kostnaður fyrsta hluta 18 milljarðar. Fréttatíminn verður ekki lengri og komið að íþróttum á veðri. Að því loknu hefst bein útsending frá lokakvöldi Eurovision í Basel í Sviss þar sem Vibe bræður eru fulltrúar Íslands. Óskum þeim að sjálfsögðu góðs gengis. Það verður líka bein útsending í útvarpi á Rás 2. Það verður bein textalýsing á RÚV.is og sjónvarpsútsendingin verður táknmálstúlkuð á RÚV 2. Við vonum að allir njóti kvöldsins. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ísland! Við erum komin áfram! Let's go! Það verður gaman í kvöld. Sól, grill og Eurovision þar sem Vibe bræður keppa fyrir Íslands hönd.